Takk. Nei, góðan og blessaðan takk. Æja, við erum hér mættir á Sandbakkan. Það koma svolítið gloppur inn í þetta vlogg. Já, við höfum unnið svo hörður höndum undanfarna daga að við höfum eiginlega ekki getað tekið upp vloggmyndavélina og svona tengt þetta svolítið saman. En nú erum við bara hér á bakkanum og Hörður er að klæða sig. Nú er hann að klæða sig í hægri sokkin og ég sé að hann er með þann vinstri þannig í höndum sér og já, hann klæðir sig í hann líka. Og nú er strákurinn bara klæddur í báða sokkana og nú fer hann í buxurnar. Já, hann klæðir sig svona í þetta bara eins og hann hafi aldrei gert annað en að klæða sig í buxur. Nei, byrju, nú er hann að klúðra málunum. Nei, hann byrjaði svo vel strákurinn og nú er hann er farin í sömu skálfina. Hann skrítið þessi föt alltaf. Við erum hér að græða okkur, Hörður er nýbúinn að míga og við erum að fara út í jöklasel og gott ég ákvað líka að byrja að taka upp við að tannbustafi. Já, það er einmitt mjög gott því það er fá tilefni sem eru betur til þess fallin að kveikja myndavél og byrja að daðra svolítið við hana heldur en einmitt þegar maður er að gera þann merka hlut kenndur við það að tannbusta sig. Því ekki vil maður hafa skemmtar tennur og þá er nú mikilvægt að busta vel, bæði í efri og neðri góm, bæði kvölds og morgna helst með sko Colgate tannkreminu, það er nú besta tannkremið sko, að sögn margra. Colgate náttúrulega sko mjög cool, stórt fyrirtæki. Risastórt fyrirtæki, við hýrum það ekki. Nei. Við hýrum ekki svona stór fyrirtæki. Já, samt cool sko. Já, en ég hata Colgate. Ég vil helst ekki nota Colgate, en ég nota kannski frekar Sensodyne. Já. Eða kannski eitthvað annað en Colgate. Á hverju varstu það að mæla með Colgate rétt á hann? Þetta er svona hulin, auglýsing. Já, þú fær borgað fyrir það. Já. Og svo talar það rétt eftir að þú hatir Colgate. Já, þetta er svona til þess að reyna að minna augljóst þetta því auglýsing. Þetta er ekki auglýsing, en mig langar bara til þess að láta ykkur vita af því að það er best í heimi að versla við Colgate. Þeir eru svo cool. Að ég segja sögu Colgate, þeirra Colgate bræðra og ástæðuna fyrir því að þeir eru svona evil corporation eins og þeir eru í dag. Já. Fyrir örófum alda þá var uppi maður sem hétt Stefán Colgate. En Stefán þessi var mikill snirtið pinni og það sem Stefán gerði var að hann hafði miklar áhyggjur af tannafari fólks. Hann vildi sem sagt bæta úr því. Stefán Colgate sem mikill öðlingspiltur og eljusamur var, bjó til mixtúru. En þessi mixtúra hreinsaði og styrkti tennur. Hann hrærði þetta í potti og sótti seyði hér allar sveitir og þetta var mjög hreint og gott hráefni sem hann notaði. Er hann sveitinni hér? Hann Stefán? Já. Nei, hann er frá Bretlandi. Nú. Þetta var geitabú. Hann héti í höfuð á bænu sinni. Já, hann hétt Colgate af því að uppáhaldsgeitin hans var svört. Ég skil. Hann sem sagt bjó til mixtúru þarna, hann notaði geitaost, notaði kalkið úr geitaostinum til að styrkja tennurnar og svo var hann með ýmis efnið til að hreinsa sem voru öll mjög hrein og lífræn og vistvæn og allt þetta dót og þátt fyrir að vistvænt sé ekki til lengur. Þetta er bara kjafta, það er ekki til neitt sem er vistvænt. Svo þegar hann var búinn að því byrjaði hann að selja vöruna. Á stuttum tíma auðgaðist hann mjög og varð einn ríkasti maður í heimi. Menn hlóaði hann fyrst. Menn hlóu nefnilega fyrst, menn sögðu hvers vegna vilt þú gera þetta, Stefán? Þetta er nú algjör óþarfi, Stefán. Við þurfum engar tennur að bæta. En tannafar fólks fór batnandi og með tímanum barst orðið út og áður en nokkur maður gat orðið viti sínu fjær vissu orðið allir af velgengni Colgate. Og ekki bara í geitabúskapnum, heldur líka í tannkremsgerðinni. Margur verður af aurum api. Það áttum reyndar ekki við Stefán Colgate. En þegar hans tími kom, tók illsteittur sonur hans við, sem Stefán hafði aldrei tíma til að sinna því Stefán var alltaf
að búa til Colgate tannkrem sem hann hafði jú svo mikinn metnað fyrir. En sonur hans ólst upp með illskeyttri móður sem ól hann upp í peningabaði, mætti segja. Og það eina sem hann gerði var að baða sig upp úr peningum, borða kavíar og súkkulaði og drekka rándýrt kampavín. Og hann burstaði aldrei tennur. Burstaði aldrei, enda hafði hann ekki hundsvit á tannkremi. Og þegar hann tók við fyrirtækinu á föður sínum, þá byrjaði hann að setja í þetta ýmis ódýr eiturefni og stækka túbuna til að selja meira af þessu. Og þess vegna er Colgate ömurlegt. Og munið þessa sögu næst þegar þið farið að kaupa ykkur tannkrem og líka næst þegar þið farið að sofa. Því það er bara mjög gott að rifja upp góðar sögur þegar þið eru að fara að sofa til að hjálpa ykkur að sofna. Og utan veggja húsanna voru áður grænar sléttur, en nú þegar vetur konungur er genginn í garð er ekkert nema alhvít fönnin yfir fjöll og fyrnindi, en þar sem þessi aksjóna er nú á endastöð komin, þá bið ég ykkur vel að lifa.